Kópavogsbær auglýsti eftir starfsnema við óperudag í Kópavogi sem svona ný hátíð sem átti að setja í gang og við fórum á stað með. Þetta sameinaði bæði áhugasvið mitt og líka bara áhuga. Bæði að tengjast óperunni og nýsköpun. Við höfðum samband við háskólann og vissum að þar væru sterkir nemendur í þessum fræðum og okkur langaði til þess að efla í rauninni líka í leiðinni samstarf þessara menningarstarfsemi sem á sér stað hér á vegum bæjarins og háskólanema og háskólans. Tilgangurinn með óperudögum í Kópavogi var annars vegar að skapa vettvang fyrir unga óperusöngvara til þess að sinna sínu fagi, af því það ekki margt í boði hér á landi, vinnulega séð. En svo hins vegar var að færa óperuformið út í nærsamfélagið. Mér finnst styrkur námsins felast líka í því að nemarnir sem að koma, við erum svo ólík með ólíkan bakgrunn. Þetta svona mjög frjótt andrúmsloft, þannig að það ekki bara eins og námið lagt upp af Háskólans og náttúrulega kennararnir sem ég bara verða að hrósa í hástert, heldur líka ákveðin auður sem að nemendurnir koma með. Aldrei áður fengið verið í samstarfi við háskóla sem að kenna menningarstjórnun eða fræði, ekki með þessum hætti. Við höfum svona á og til fengið svona aðstöðu í einstöku verkefnum en ekki eins og við gerðum núna í fyrsta sinn með Háskólanum á Bifröst. Og svo sannarlega nutum við góðs af því með henni Jóhönnu sem kom til okkar núna í eitt verkefni í vor og var með okkur í rauninni á nokkra mánuði þótt að svona meginþungin hafi kannski verið cirka mánuður. Og þetta tvímælalaust eitthvað sem við munum halda áfram að gera og óska eftir frekari samvinnu með Bifröst til dæmis. Og mér fannst mjög vel tekið í mínar hugmyndir og mjög margt sem að ég spurði strax sem að ég hefði kannski ekki áttað mig á að spyrja nema að því ég hafði verið í náminu. Ég myndi tvímælalaust mæla með því að fólk kæmi í svona starfsnám og sömuleiðis tvímælalaust mæla með því að þeir sem væru úti á akrinum og væru að vinna svona verkefnum myndi sækja í þessa þekkingu.